Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú hann aðeins farin að kólna og af og til hálka á vegum allavega fjallvegum og rétt að áminna fólk að fara varlega og búa bílana vel. Við ætlum að koma víða við hérna á eftir. Við förum förum niður á Seyðisfjörð, heilsum þar upp á björgunarsveitarmenn sem eiga 50 ára afmæli þessar mundir. Svo ætlum við að fara á myndlistar námskeið á Egilsstöðum. Við ætlum líka að huga aðeins að þessum litla fallega hvíta fugli sem menn eru núna að eltast við upp öll fjöll og firnindi. Svo ætlum við líka að kynnast í þegar félagar í ferðaklúbbnum 4x4 fóru í svona sportferð með vini sína á Egilsstöðum. En við skulum byrja á því að fara niður á Seyðisfjörð. Það er ástæða til að halda veglega upp á 50 ára afmæli og það gerðu líka félagarnir í björgunarsveitinni í Sólvi og efndu til mikillar veislu síðustu helgi. Hjalti Stefánsson leit þar við. Ég ástand Jóni Guðnþórsssyni og nokkrum öðrum komum þessari sveit á koppinn. Það var búið að vera lengi vöntun á björgunarsveit á Seyðisfirði og við höfðum hérna kvennadeild sem búin að vera að starfa í nokkuð mörg ár og henni að fara lengi eftir að við tækjum af skarið og stofnum sveit. Fengum nokkar trillukalla með okkur og þessum Jón Guðnþórs var nú verktaki með jarðýtur og þannig dót, fengum við hann til liðs við okkur og það var svo fyrsti formaðurinn. Ég held að þessi sveit hafi verið stofnuð út af því að manni blöskraði alveg hreint ferðalög fólks hér yfir heiði sem var jafnvel illa búið og annað. Það þurfti bara að gera eitthvað til þess að væri hægt að hjálpa því. Ég var nú mikið þarna á ítum þarna á heiðinni og að hjálpa snjóbílum og fleira og þess vegna var ég nú meira var við það kannski heldur margur annað sem og það var nú ástæðan fyrir að stofna þetta held ég. Á þessum árum var náttúrulega allt annað umhverfi heldur en í dag. Nú er heiðinni haldið opinni allt árið. Og þetta bara lukkaðist nokkuð vel hjá okkur og okkur fannst en óskubar þetta nú var lítið hjá okkur með það sem er núna. En það dugði einhvern veginn, við fórum margar ferðir og við fórum mikið í æfingaferðir hér upp á heiði í vondum veðrum og hérna vorum þá með áttavita og læra á hann að treysta honum og trúa honum. Það er mikill vandi að trúa á honum stundum þegar maður er að vera ruglaður. Þá fer maður alltaf vitlaus leið. Ég man þetta fyrsta útkallin eiginlega sem við fórum. Þá var það sölumaður úr Reykjavík sem var að selja hérna heildsali, að selja fatnað og annað dót. Við fórum á 3 jeppum, Jón Guðnþórsson var með mér og 3 aðrir. Við komum til svokölluðum Mjósund, það er hérna fyrir ofan Efristafinn. Þar sat allt fast. Bílarnir komast ekki lengra. Og þá var tekið það ráð að labba, þeir löbbuðu þá bara í gömlu slóðinni sem að vegurinn var. Og á miðri Fjarðarheiði þá sjáum við þústu utanvegar í dimmuveðrinu. Það er þá strákurinn. Svo vorum við náttúrulega í snjóflóðaleit. Fengum Ingvar sem var þá hjá Slysavarnarfélaginu fyrir sunnan. Hann kom og kenndi okkur hérna í snjóflóðaleit og að pikka niður og svona. Það náttúrulega við höfðum nú áhyggjur af því að það geti nú lent menn þar í eins og margt sem lenti hér inni niður í þessu snjóflóðum. Okkar verk eru náttúrulega það sem að við sinnum sjúkraflutning hérna, erum með sjúkrabílinn og erum með hugsaum keyrslu á sjúklingum og Fjarðarheiði náttúrulega skipar stóran sess hjá okkur. Við erum náttúrulega svo í sjóbjörgun líka, þetta er svona það helsta. Fjarðarheiðin hefur jú oft verið mikil farartálmi og hérna mikið verið og marga klukkutíma oft á dag og alveg upp undir hátt í allavega hálfa sólarhring í einu. Og það er oft góða tarnir þar. Að vera í björgunarsveit er rosalega skemmtilegt. Það er líka rosalega erfitt. Þú ert að vinna með rosalega mikið af mismunandi fólki.
svo þegar kemur á útköllum þarftu að vinna með mögulega ættingjum sem eru í misjafnlega góða ástandi. En þetta er samt í grunninn rosalega skemmtilegt. Gefandi, rosalega fræðandi og maður lærir rosalega mikið af því að vera í þessu starfi. Við erum mjög vel tækibúnir. Við erum með Nissan Patrol eitthvað, breyttu fyrir 44 tómu. Við erum með Benz Unimog. Við erum með 2 báta, einn Atlantic D21. Við erum með lítinn gúmmibát. Við erum með 2 snjóbíla. Og svo erum við með hellingsbúnað, skyndihjálparbúnað eða sjúkrabúnað. Það er mjög vel búnir, alveg, mjög vel. Og það er ekki eins og margir kannski halda að við erum ekkert endalaust að hlaupa upp á fjöll. Það er ekkert allir sem að geta það, en þeir geta samt verið virkir í björgunarsveitinni. Árið 2003 þá var hér snarvitlaust veður og við vorum í björgunarstörfum. Ég var fenginn upp til þess að kíkja á skúr sem var einhver losarabræður á. Þegar ég labbaði að honum ætlaði að taka í hurðarhúninn og kíkja inn, þá bara lyftist hann upp og hvarf. Svo fékk ég upprýkingu þar sem að fara að fjúka heima. Ég var náttúrulega með konu og börnin lítil heima. Sjálfsögðu fór ég stökkið af stað til að bjarga þeim, en það var til þess að þau eru að bjarga mér, að konan. Sagan er bara einfaldlega þannig að ég kem heim og ég bíð inn í bíl þar til að næsta kviða er gengin yfir. Og þá er svona lógíkin að maður hefur alltaf einhvern smá séns og maður heyrir yfirleitt þegar það magnast upp vindurinn. Þannig að ég stekk út úr bílnum og hleyp í áttina á húsinu og svo fattaði ég það að ég hafði séð kerruna mína þarna einhvers staðar á hvolfi og ég stoppa og sný mér við eitt augnablik og síðan bara heyri ég sprengingu og það er bara eins og ég sé sleginn í hnakkann. Og ég steinlá í moldinni og svo var bara eins og það er verið að hífa mig upp og ég fór bara á stað og jók svo alltaf ferðina og ég endaði ofan á kerrunni og er öryrki síðan. Ég fór illa, slitnuðu taugaþræðir úr hálsliðum og lamaðist á hægri handlegg og hann er nánast ónýtur. Þetta er ekki áhættulegt, nei. Maður veit aldrei svo sem í hverju maður endar og hvernig þetta endar þegar maður fer. Það er náttúrulega öryggið númer 1, 2 og 3. Það er bara svoleiðis. Nú, félagar í ferðaklúbbnum 4x4 gera sitthvað fleira heldur en að klifra upp fjöll og jökla. Þeir tóku sér til síðustu helgi og buðu vinum sínum fötluðum einstaklingum á Egilsstöðum í skemmtilega bílferð inn fyrir Lagarfljótið inn í Fljótsdal og þar var ýmislegt reynt. Þetta reyndist hinn skemmtilegasta ferð. Við fórum bíltúr með skjólstæðinga félagsþjónustunnar á Austurlandi. Þetta hefur verið svona árvis viðburður hjá okkur síðustu 3-4 árin. Tókum þetta upp eftir Vesturlandsdeild 4x4 og höfum fylgt þessu. Og verðum líklega framhald á. Hvernig var ferðin? Hún var fín. Mikið fjör. Og maður er nú búinn að fara þetta oft, en það var gaman að fara þarna inn í Fljótsdal. Og þetta er mjög gott fyrir fólk. Mér langar aðeins líka að láta það koma fram og þakka fyrir þá sem að styrkja okkur. Við fáum myndarlega styrki bæði frá Alcoa Fjarðarál og Skeljungi. Hverja sem er að fara í svona ferði og að fara yfir ána, það var fjör og eins að sjá hreindýrin. En þetta ætti að vera ofta sem maður er farið svona fyrir fólk. Sjáðu hverju að tala hvað myndir? Hverja sem er. Já, við sáum hópar af hreindýrum og eitthvað af þeim og fórum þarna yfir ána sem við fórum. Hugmyndin er að 4x4 fari svona út á við og sinni svona smá samfélagslegum þjónustum og hans þetta tilvalið. Skjólstæðingur félagsþjónustunnar er upp á ökutúr í okkar bílum. Og þetta var rosalega fjör, skemmtileg hópur
og mér líka vel við þá. Og núna erum við að drekka kaffi á staðnum og svo erum nú að klára nú þennan síðasta ferð og þetta bara reglulega gaman. Við fórum í svokallaða Fljótsdalshring, hér alveg inn undir Egilsstaði sem innsti bær í Fljótsdal og út aftur og fórum aðeins svona í smá jeppa, fórum yfir Jökulsána og tilbaka aftur og þetta bara vekur mikla lukku. Fólki finnst gaman að þessu. Stjóri? Já. Þetta var bara mjög skemmtileg dagur og ég held að þetta sé bara gott fyrir alla að fara í svona ferð. Og bara það lyftir upp, þetta er svona eins og árshátíðin okkar að fara svona ferð. Já, það myndi hafa verið gaman að fara aftur svona næst í ferð. Þá myndi fara eitthvað lengra. Nú, Einir upp til fjalla í húsa fjær var einu sinni ortum ágættan fallegan hvítan fugl. Nú eru veiðimenn að hlaupandi upp fjöll og fitindi að eltast við þennan fugl og ætla sér, já, væntanlega að nýta fuglinn í jólasteikina. En þessi fugl á sér líka vini. Það fekk rjúpan að reyna sem lenti í klóm fálka á Jökuldalum á dögunum. Hún var svo lánsum að Ármann Halldórsson, verktaki á Egilsstöðum, var þar á ferð og hann bjargaði rjúpunni en leyfði fálkanum að fljúga sína leið. Það var bara að koma að keyrandi eftir Jökuldalum og var komin út við Hvanna og þá kemur allir svona bara spellur á rúðuna og þá er það rjúpa og svo lít ég aftur og þá er hún á veginum, spriklandi þar á hvolfi og svo hvað ég segja það, svo sé ég það er fálki við framrúðuna á bílnum, þetta var í myrkri, ég snaraðist og hljóp og náði í rjúpuna og þegar ég var að koma að bílnum með hana þá kom hann ofan á hurðinni eða toppnum og bílnum og rendi sér á mig og gerði árás á mig en lendi á öxlina á mér og ég hendi rjúpunni inn í bíl og svo forðaði hann sig bara og ég setti hana í kassa í bílnum og keyrði með hana heim og þar hélt hún alltaf aus og ég held hún myndi bara deyja á nóttina, alltaf bara leiða hann deyja á eldsporðinu í búrinu en hún er hérna ennþá og búin að vera hér í rúma viku og er bara hins sprækasta. Ég get alltaf að fara út á kvöldin og náða henni, hleypir út á mótana og hún er bara í mónum hérna á daginn og svo fyrir nægi hann á kvöldin. Svo hann verið kettirinn á henni ekki. Hún borðaði hann bara lóanum á mig fyrst þegar hún með hann út í berjabót til þess að aðtöku hvað hún vildi éta. Hún týndi bara berin sem ég týndi úr lynginu og hún stundum þá fæ ég hana til þess að borða á lóanum, hún vill ekki gera það núna, hún er einhverju mótróa. Hún hafði ekki farið svona snemma inn en fór aldrei snemma í dag. Verði ekkert meir út í dag, það er leiðilegt veður. Ég hýsa hann alltaf á nóttinni, já. Já, vísu var hún eina nótt úti en ég náði henni bara daginn eftir, ég held hún væri farin en hún kom í leitirnar. Svo er hún bara hérna fyrir utan vegstæði hjá mér. Og þessi verður bara eitthvað áfram hérna hjá mér. Ef einhver vill taka hana þá má bara fá hana en það helst ekki drepa hana. Hún svona flýgur á milli þúfna en ekki meira. Það er sár hérna fyrir aftan augað á henni og ég hef nú verið að setja júgusmyrsla á það, ég veit ekki hvort það er gott en það er mikið erfitt. Já, ég er bara vinur dýrana ef ég þarf. Ég get ekki drepið dýr. Ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, þeir mega eiga sig. Já, og Þuríður Sigurðardóttir á sig sjálf, en hún er líka alltaf tilbúin að gefa eitthvað af sjálfri sér, hvort sem það er nú í söng, myndlist, nú eða bara hestamennskunni. Nú, Þuríður var á ferðinni á Egilsstöðum síðustu helgi og hélt þar námskeið í myndlist. Nú, á þetta námskeið komust, já, færri en vildu, en þáttakendur, já, sá yngsti var held ég 11 ára og sá elsti rétt að verða níræður. Við kíktum á námskeiðið.
Það er námskeið á vegum Myndlistarfélags Fljótsdalshéraðs. Við erum að mála með olíulitum og ég er svona að fara í grunnþætti olíumálverksins með nemendum en nemendur eru að vísu bæði byrjendur og lengra komnir og ég miða námskeiðin yfirleitt við það að hver og einn fái kennslu í þar sem hann er staddur í málverkinu og reynir svo að bæta við. Ég er að koma í 3. skipti og þá reynir ég alltaf að bæta við hvert námskeið ykkur fyrir þá sem hafa lært það sem að ég hef kennt áður. Þetta er 24. námskeið sem er haldið á 24 árum. Reyndar ekki alltaf verið á hverju ári en hérna jafnaði er það. Og Anna hefur sótt við öll. Hún er einn af stofnfélögunum. Ég fór í þegar ég var ung, milli 20 og 30, fór ég suður í, það var skóla félag íslenskra frístundamálara kallaði sig. Þeir klofnuðu út úr það var einhver misklíð á milli, ég veit ekkert, var aldrei spurt út í það, milli þeirra. Og ég fór í það. Þar var Hörður Ágústsson að kenna og Ásmundur Sveinsson, ég var hjá honum í. Hann var náttúrulega að kenna móta í leir og stifts og gifs. Þá sátu mótel bara fyrir. En ég hef teiknað alveg frá því ég man eftir mér. Það er hægt að kenna fólki að mála, allavega. Ég segi nú stundum að ég get kennt öllum að mála en það verður ekkert endilega allir listamenn og það er kannski ekkert eftirsóknarvert. Þetta er bara svo gaman. Og maður fær heilmikið, maður fær ýmislegt, heilmikið út af þessu. Bæði ánægju og líður vel. Stundum bæði andlega og líkamlega næringu, myndi ég segja út af þessu. Mér finnst mjög gaman að mála og það er alltaf hægt að læra eitthvað nýtt. Ég er að mála Snæfell. Af hverju? Mér finnst það flottasta fjall sem til er hér á Íslandi. Flestir hugsa sér þetta sem bara fyrir í frístundum, fyrir sjálfa sig, en aðrir taka þetta mjög alvarlega og það er mjög skemmtilega fjölbreyttur hópur í dag. Það er aldursbilið frá 11 ára og elsti nemandinn er að verða níræð og hér eru mæðgur og eins og ég segi, það er fjölbreytt aldursbil og það er mjög skemmtilegt. Það hafa verið karlmenn að mála og bara með góðum árangri. En það er svolítið sem, þetta er 19. skipti sem ég er og ég tel mig ekkert vera fullnuma. Þannig að það eru misskilningur hjá fólki að halda það að það dugi að fara bara einu sinni á námskeið. Það er alltaf að læra út lífið og það er saman með þetta. Það getur alltaf bætt við. Ég læri þetta bara hingað og þangað. Ég bara mála heima og læri þar síðan á námskeiðum og alls konar. Já, ég tel mig geta kennt öllum að mála. Það er bara, þetta er spurningum tækni og olíumálverk er það vefstótt fyrir fólki að byrja og margir sem að byrja á því að gera mistök. En svo aðferð sem ég kenni, ég kalla hana að mála frá mögru í feitt og þá byrjum við með mjög þunnu lagi sem að helst á striganum. Þannig að þó að fólk gerir mistök eftir það að þá er alltaf undir teikningin og svona upphafið af pælingunni. En það er eins og segi, það er, ég held að ég hef aldrei fengið nemanda sem að hefur ekki lært eitthvað á námskeiðinu og telur sig geta mála sér til ánægju eftir að hafa setið svona námskeið. Það er svolítið mismunandi, við erum alltaf að reyna náttúrulega að fá góða kennara til þess að það er fullsetið núna hjá henni Þuríði. Er hún góður kennari? Já, mjög góður kennari. Notalegt að hafa hana. Og svo erum við nokkrar þarna sem fórum að gera í gler og svona og þetta er allt jafn skemmtilegt. Ég hef sérstaklega lært að
mála fjöll. Það er mikilvægt að kunna að mála fjöll ef maður ætlar að vera málari. Mig langar að verða málari. Ég vel oftast fjöll eða eyjur. Af því að mér finnst það svona erfiðast og það kemur best út. Kúnstin er svo að láta lögin þorna á milli vegna þess að það lenda margir í því að mála blautt í blautt og það er bara eðli frumlitana þegar þeir koma saman, gulur, rauður og blár, að þá verður til úr því svona grá, græn, brún leðja og það er erfitt að komast úr þeim litöður sem heldur að hann þorni bara, svo byrjar maður aftur. Vegna þess að það er alveg sama hvað maður bætir miklu gulu úti þegar þetta er orðið svona grá, brún, grænt, að það birtir ekki til fyrir að bara að færa þorna og maður bætir þá gula lagin yfir. Það hefur verið, myndlistafélagið hefur verið bara alveg hreint þar til í ár með árlegar myndlistarsýningar út á flugvelli. En það var ekki í ár af því við vorum ekki með námskeiði fyrra. Þetta er oft svona út frá námskeiðum sem haldin eru en það er ekkert allir. Það er fullt af fólki í myndlistafélaginu sem bara er að mála heima. Kemur bara með myndir, dúkkar upp með myndir á sýningu. Maður læri og að sko sjá hana mála og aðra sem hafa verið að kenna manni. Þá lærir maður að horfa á það sko. Hvernig þú ætti að beita penslinum og ná hínu og þessu svona. Hvernig þú ætti að fara að. Það er líka heilmikið lærdómur. Læra tæknina? Já, tæknina við að mála. Og það kenna þau okkur sko, eins og Þuríður. Ég svona geng út frá því að fólk komi með sitt eigið myndefni því að ég tel að það sé mjög mikilvægt að fólk máli það sem það langar til að mála. Og ofta tíðum að þá telur fólk að skissur sem á heima teikningar að það sé ekki nógu merkilegt til að vinna eftir. En ég reyni þá að meta það bara í samráði við nemendur. Og svo þá kannski bara af ljósmyndu sem þeir hafa tekið sjálfur. Ég gef svona minna fyrir fólk, að fólk fara á netið og leiti sér að myndefni annara. Þannig að, jú, það er betra ef að fólk kemur með eigið myndefni. Mér finnst mjög mikilvægt að fólk fá að búa til sitt eigið. Að það sé ekki að reyna að fara í fótspor annara málara eða ljósmyndara. Frekar að fólk taki svona eigin skissur, ljósmyndir eða hugmyndir og við útfærum það saman. Ég hjálpa fólki við að velja og sem sagt hjálpa til við teikninguna. Þetta er rosalega skemmtilegt. Ég segi alltaf að myndlist, hún gaugir fólk, hún bætir fólk og ég hef trú á því að þegar fólk finnur sig í einhverju eins og því að mála eða hvaða sköpun sem að það er heilsubætandi. Mjög góði nemendur og það er mikill árangur af námskeiðinu. Það komu margir alveg logandi hræddir við sjálfa sig og þetta að takast á við þetta verkefni, að fara að mála. En ég treysti því að allir fari hamingjusamir heim með svona 2 til 3 myndir afrakstur helgarinnar. Sumir með minna og sumir með meira eftir hvað myndir eru stórar og allavega. En þetta er eins og ég segi, þetta eru mjög góðir nemendur, fólk tekur tilsögn mjög vel og það hefur verið mjög skemmtilegt að kenna hérna. Komdu liljan mín skær, komdu ljóma mæ, legðu hönd yfir hárvota brá. Án þín hvert andartak eilíf kvöl, því ég ann þér af brennandi þrá. Hvar sem liggja mín spor, yfir land, yfir höf, ertu ljósið sem skín yfir förumans stíg
og á þín yrði hugum við herfið gröf, því að hjarta mitt titrandi kallar á þig. Komdu lilja mín skær, komdu ljúfa mær, legðu hönd yfir tárvota brá. Án þín hver andardag eilífur, því ég ann þér af brennandi þrá. Því ég ann þér af brennandi Og þá ekki fleira í Glettunum í dag. Við sjáumst aftur að viku liðinni á sama stað, alltaf á 50 klukkan 18:30. Þess og meðan.